Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur helstu grunnvirkni í Sarpi 4, sýna ykkur helstu hnappa og aðgerðastikur. En þetta hérna er sem sagt innskráningarsíðan sem tekur á móti manni og hér setur maður bara inn notendanafn og lykilorð eða velur að nota Ísland.is. Hér stillir maður tungumál og svo ef að maður gleymir lykilorði þá er það tengt við netfangi hjá ykkur sem við erum með skráð hjá okkur, þannig að það er nauðsynlegt að það sé í lagi. En ég ætla að nota núna lykilorð og segi skrá inn. Þetta er það sem tekur á móti mér núna, en ég er sem skráður notandi á Þjóðminjasafninu og þá er ég með vista leit hérna fyrir Þjóðminjasafnið. Það sem maður þarf að muna er að allstaðar hérna í kring skráningablaðið, þar eru einhverjir hnappar sem maður gæti þurft að nota. Hérna til vinstri er leitarstikan og það er hægt að loka henni með því að smella á stakkunugleri eða maður vill ekki sjá hana. En hér er semst verið að leita í öllum aðföngum og þið sjáu það er svona blá rammi utan þennan mun og það er að því með hann opinn hérna. Hér uppi er borði með svona helstu módúlum í kerfinu en það er stundum nauðsynlegt að smella á línutna 3 hérna upp í horninu eða hamborgaran og þá fær maður aðra stiku hérna fyrir ofan eins og ef ég ætla að fara í umsýslu safnkost eins og sýningar eða lán eða fornleifaransóknir eða eitthvað að þá þarf maður sem sagt að smella á það. Hérna til hægri við skráningablaðið þar eru sem sagt hnappar sem eiga við þessa færslu. Hér get ég til dæmis smellt á filmumerki hérna og þá opna ég sem sagt rafræn skjöl fyrir þetta aðfang. Og ef að það væru hérna skjöl eða aðra ljósmyndir þá myndi þær allar listast upp hérna. Hér niðri eru margar stikur sem eru nauðsynlega líka. Hér er til dæmis plúsin og það er til að skrá nýja færslu. Þessi hnappur heitir afrita og þá er sem sagt býr hann til bara afrit af þessari færslu eins og hún er bara núna. Ef að ég skildi vilja skrá einhvern mun sem er nánast alveg eins. Mínusinn þýðir að eyða þessari færslu. Þetta er til þess að vista. Svo er hægt að afturkalla þær breytingar sem þú varst að gera ef að þú hættir við að breyta færslunni. Svo er hægt að endurgera þær ef þú hættir við að hætta við. Svo ef þú smellir á þennan þá sem sagt þurrkar hún út allt sem þú varst að breyta í þetta skiptið. Þessi hérna hnappur er sem sagt til þess að flytja út skýrslur, sem sagt Word eða Excel skýrslur sem er búið að búa til sem sagt fyrirfram svona sniðmát fyrir. Þetta hér heitir skoða nánar, það er sýnin sem við sjáum gripinn í núna, sem sagt svona smáatriði. Ef ég smella á þennan, þetta er töflusýn og þá sé ég sem sagt allar mína leita niðurstöður sem ég hef verið að leita hérna, þá sé ég þær í töflum. Sama með þennan myndasýn, þá sé ég alla gripina sem ég hef leitað í svona eins og lightbox og svo hér er kortasýn. Og þá sjáum við sem sagt gripi á korti ef að þeir eru með skráð hnit á sér. Þannig að ef að ég byrja bara að leita að einhverjum grip, segjum bara nagli, þá get ég opnað töflusýn með því að smella hérna niðri og þá fæ ég að sjá gripin á svona. Ef ég smelli á myndasýn þá fæ ég það upp svona og svo kortasýn. Þá fæ ég að sjá mjög marga punkta hérna á kortinu, þannig ætla þið sjá nær Íslandi. Og segjum sem svo að ég vilji skoða þennan grip, þá get ég smellt á hann og þá er hann valinn hérna fyrir mig í skoða nánar. Eins og áður þá er hægt að skrá margar mismunandi aðfangategundir í Sarp og ef maður smellir hérna á plúsin þá fær maður upp lista yfir þær aðfangategundir sem hægt er að skrá og það er dálítið breytilegt eftir því hvað maður velur hvaða skráningareiti maður fær upp. Segjum núna að ég ætla að skrá ljósmynd að þá fæ ég upp þessa hérna reiti og svo fæ ég inn í ítarupplýsingar
Þar fæ ég reiti sem að skipta máli fyrir ljósmyndir. Segjum að ég opni jarðfundi, að þá fæ ég upp reiti sem heita til dæmis jarðlagsýni, líkamsleifar og svo framvegis. Við reyndum að hafa efri reitina eins á milli allra aðfangategunda, af því að sumir að vinna með nokkrar tegundir og til að það sé ekki ruglandi, að það sé alltaf að færast reitinni til. En það eru sem sagt mismunandi reitir til að skrá í þessu kerfi og þið sjáu að margir þeirra eru með svona plús fyrir aftan. En þetta þýðir einfaldlega að það sé hægt að skrá mörg atriði í sama gluggann. Svo eru svona reitir sem eru með svona stækkunargleri og þetta þýðir bara að þetta sé frjáls textareitur, en ég get stækkað hann og haft hann svona ef mér finnst það þægilegra að lesa textan svona. Svo eru til reitir sem eru með svona lítilli ör niður og þetta þýðir bara að það opnist fellilisti. Hér sjáum við líka svona dagatallareit. Þá sem sagt getur maður smellt á hann og maður getur valið dagsetningu. Reitir með svona litlu stækkunargleri, það eru þeir reitir sem eru að leita í öðrum módúl, eins og staðaskrá eða nafnaskrá sem dæmi. Í kerfinu munið rekast á það sem eitthvað er bláletrað eins og hérna, að þegar maður tengir við eins og nafnaskrána, að þá litast það blátt og verður að svona hyperlink. Þannig að það er alltaf hægt að smella á það. Þið myndu passa að vista alltaf færslutin eitthvað fyrst, en ef ég smelli á það, þá er ég komin yfir á nafnið í nafnaskráni. Og svo það sama, hér sjáum við að hér er eitthvað blátt til að smella á, þannig að hér get ég smellt á þetta og þá mun ég fara í þá færslu sem er tengt þessu nafni. Svo ef þið sjáum svona reit sem er tómur, þá er þetta sem sagt reitur sem mun sýna upplýsingar einhvers staðar annars staðar frá. Eins og hérna, núverandi staðsetning, að þá er reiturinn í rauninni bara að sýna ykkur hvar gripurinn væri sem sagt skráður undir þessum hérna flipa, en þetta er bara til að auðvelda ykkur að sjá það strax hvar hann er geymdur. Þannig að ef ég skrái inn hérna núverandi staðsetningu, að þá myndi ég fá að sjá það hér. Það eru líka reitir sem eru alveg tómir og það er sem sagt bara lítill frjáls textareitur.